Já, velkomin að Rauða borðinu. Í gær lýsti ríkisstjórnin því yfir að öllum sóttvörnum verði hætt á miðnætti í kvöld. Það er bara á miðnætti núna, ef ég skil þetta rétt. En sömuleyti eru sóttvarnir svona meira og minna hættar. Maður sér það bara á hvernig fólk hegðar sér og við sjáum það líka á smittölum að þær sóttvarnir voru eiginlega búin að svona fjara út. En að þessu tilefni þá hef ég fengið til mín fólk sem hefur svona í gegnum þetta COVID sem 2 ára tímabil verið að gagnrýna sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda og frá ýmsum sjónarhólum. Og þau eru með Þorsteinn Siglaugsson sem hagfræðingur, hann hér. Anna Tara Andrésdóttir, hún tónlistarkona og stödd á Spáni. Svala Magnea Ásdísadóttir, hún blaðamaður og stödd í Svíþjóð og Halldór Ármann Ásgeirsson rithöfundur, hann hérna í Reykjavík. Verið öll velkomin. Hérna, það er svona eðlilegt að spyrja kannski svona í lok COVID, ef þetta lok COVID, þá náttúrulega við vitum ekki að getur eitthvað gosið upp aftur. Hvað svona var það sem gekk á? Hvað, í hvernig tímabil gegnum hvaða tímabil voru við að fara? Ef ég mætti byrja á þér, Þorsteinn Siglaugsson, hvað einkenndi þetta tímabil? Já, það sem við erum bara að hugsa aftur svolítið í þessi 2 ár og þegar þetta að byrja allt saman, það sem kannski fór að trufla mig mjög fljótt í þessu var þegar að mér fannst ég fara að sjá svona einhverja gjá á milli þess sem raunverulegt og þess sem við trúðum. Og ég var náttúrulega í byrjun, þannig rétt í blábyrjun, þá sjáum við sjónvarpsfréttir, fólk að detta niður á götunum í Kína og svona fregnir af mjög hættulegri pest sem að drepi kannski 3-5 af hverjum 100 sem að smittast af henni og svo framvegis. Og maður var sjálfur í rauninni náttúrulega bara frekar stressaður yfir því, þannig. Og ég man eftir því að ég var til dæmis mjög hneyslaður á því að það var ekki bara drifið í því að loka landinu, bara í hvellið þarna þegar þetta að byrja og svona. En svo mjög fljótlega, þá fer í raun að koma í ljós að þetta ekkert eins og var kannski haldið í byrjun. Þetta ekkert svona alvarlegt eins og var haldið í byrjun. En mjög fljótlega þá fyrir að koma á daginn til dæmis að pestin í það minnsta kannski 10-20 sinnum hættu minni heldur en var upphaflega haldið. En samt þá breytist ekkert. Og þá breytist ekkert varðandi ótta fólks við þetta. Það breytist ekkert varðandi áróðurinn sem rekinn. Það aldrei farið út í það eins og allt hefur gerst áður að stjórnvöld reynir svona frekar að róa fólk heldur en að hræða það. Heldur það bara einhvern veginn áfram. Og alvarleikin í því kannski, maður hugsaði já, fyrst kannski svona láttu þess að 3 vikur eða hvað þetta var til þess að þarna fleti út kúrfuna láta það líða, en svo bara heldur þetta allt áfram og alvarleikin eiginlega hann svona ég áttaði mig á honum fyrst þegar ég fór að sjá fréttir frá Indlandi og frá ástandinu þar eftir að það var farið í lockdown þar. Og ég hafði verið einmitt á Indlandi þarna haustið 2019, var það í rúma mánuð, október, nóvember og var nú meðal annars bara að vinna en líka var ég út í sveit í vikutíma og þar sem að vera taka þátt í að opna bókasafn við barnaskóla sem við höfum verið að styrkja þar og allir náttúrulega sem maður hitti voru sammála eitt og það var það að það sem öllu máli skipti væri menntun barnanna til þess að þau næðu að komast upp úr fátæktinni sem var mjög mikil þarna á þessu svæði. Og síðan örfáum mánuðum seinna að þá búið að loka öllum skólum á Indlandi. Þá allt fólki sem maður hitti á hverjum einasta degi til dæmis í borgunum og vann við að selja matvæli eða einhvern annan varning út á götu. Bjó kannski hvergi, bjó á gangstéttinni jafnvel bara.
að þá er allt í lífsögur værið tekið af þessu fólki og þetta eru 100 milljóna manns sko. Og þetta fólk byrjar að streyma út í sveitirnar, það er búið að stoppa þetta lestarsamgöngur, þannig að það er bara fótgangandi mestan part. Margir náttúrulega örmagnast bara á leiðinni og þeir sem að kannski komast síðan í heimaþorkin sín sko, að þá er þeim ekki einu svona hleypt inn af ótta við þessa pest sem á Indlandi var nú ekki mjög svona hátt dánarhlutfall sko. Og þegar ég fór að sjá þetta sem að ég fór að átta mig á því sko, að þarna væri það sem hefði gerst væri það að við værum búin að missa fókusinn í rauninni. Við værum búin að missa fókusinn á þessu skipti máli. Við værum búin að fókusera bara á eitthvað eitt og það væri ekkert annað sem skipti máli. Það skipti ekki máli þó við værum að kannski taka sko 2 ár af menntun og þroska af börnum. Það skipti ekki máli þó að eins og Sameinuðu þjóðirnar til dæmis komu fram með þarna haustið 2020 að sko fólki undir hungurmörkum myndi fjölga 50% út af öllum þessu lokunum og bönnum. Það er ekkert sem skiptir máli nema bara þessi einu. Þorsteinn, má ég spyrja þig að nú vísar í Indland og svona, á þetta við ástandið á Íslandi sem þetta lýsa? Að þér hafi börn mist 2 ára af menntun sinni og öðru? Nei, það á ekki við á Íslandi. Þetta var aldrei jafn alvarlegt hér eins og víða annars staðar sko. Og ég held að við höfum kannski verið svolítið heppin með það að við erum lítið land, við erum hér er dreifð, það eru ég held að almenningssamgöngur hafa líka talið að segja að það eru ekki miklar hérna. Og ýmislegt svona sem að gera þetta verkum að við lentum aldrei í rauninni þessum ofboðslega ótta sem að greipa sig víða. Og ég heldur enda að ég nefni Indland bara vegna þess að það er það sem að rauninni kveikti á því hjá mér hvað alvarlegt þetta væri, þessar afleiðingar. Eitt er að skoða atvikin en svo er að spurninga af hverju gerðist þetta? Kanntu svara því? Hvað gerðist? Það er það sem að maður hefur velt fyrir sér í langan tíma og besta útskýringin á þessu sem að ég hef séð hún er svo að aðstæður og ástand í samfélaginu hafi gert það verkum að þetta hafi getað gripið sig og ég skal aðeins fara í gegnum það. Þetta snýst það að það hafi gripið sig eins konar, við getum kallað það svona fjölda dáleiðsla eða múgsefjun, eins konar sefjun sem að hafi valdið þessu. Og á bak við það liggi þá 4 þættir. Í fyrsta lagi sívaxandi einangrun fólks og niðurbrot félagslegra tengsla sem við höfum séð vera ágerast mikið, sérstaklega í samfélögum Vesturlanda. Í öðru lagi kvíði bara fyrir lífinu og tilverunni á þess að hann sé bundinn einhverjum ákveðnum hlutum, einhvers konar svona óbundinn kvíði. Og í þriðja lagi svona tilgangsleysistilfinning af fólk og það er enda dálítið merkilegt það verður gera rannsóknir til dæmis á bara svona upplifun fólks af störfum sínum og þar meðal annars kom í ljós fyrir fáum árum að þetta verið 40% Evrópubúa litu á starfið sem þeir gegndu ekki bara sem tilgangslaust heldur beinlínis sem skaðlegt fyrir samfélagið. Og í 4. lagi þá er það svona óbundin árásarhneigð og kenningin svo kenning sem að mér finnst vera svona eiginlega ganga best upp varðandi þetta er að við þessar aðstæður það kemur upp einhver ógn og það sem að gerist þá er að það fellur allt í skorður. Kvíðinn hann hefur loksins eitthvað viðfang til þess að bindast og það er veiran, það er hættan af henni.
Einangrun hún rofin vegna þess að skyndilega þá eru einstaklingarnir sem að annars farið að skorta mjög samfélagsleg og félagsleg tengsl og hluti af einhverju heild og við erum öll í þessu saman, við erum öll að berjast í sama óvinnin. Og tilgangurinn, við fáum náttúrulega tilgang með því að berjast í þennan óvinn og síðan auðvitað þá verða þeir sem að ekki taka trú á þetta að óvinnum. Og það sem að gerist þá í rauninni og mér finnst þetta þessi hugsun skýra þetta aldrei vel, hvernig stendur á því að allt í einu þá hætta staðreyndir og upplýsingar og gögn hætta að skipta máli. Þú getur, og maður margoft lent í þessu, maður er að tala við fólk og fólk segir já, ég meina ef ég smitast af þessari pest, þá bara dey ég og eitthvað slíkt og maður reynir að benda á einhverjar staðreyndir, þær fara bara inn mannað út hitt. Þær festast ekki. Þær ná ekki einhvern veginn neinni athygli og fólk næri ekki að meðtaka þær. Þetta er eiginlega sálfræðilegur vandi, Fólk næri ekki að meðtaka þær. Og sama með síðan afleiðingarnar af því sem verið að gera. Að þær ná ekki máli. Það að, það er bara einhverja tölur. Ég meina, helmings fjölgun á fólki undir hungurmörkum. Já, ég meina, þú veist, það er bara ekki vegna þess að það eina sem skiptir máli er baráttan við veiruna. Og þetta held ég það sem hefur gerst, Og þetta ekki í fyrsta sinn í sögunni sem svona gerist. Þetta hefur margoft gerst sjálfur sér, Þorsteinn, við komum að þér aftur. Ég ætla aðeins að heyra í hinum. Anna Tara, ef ég spyr, hvað var það sem að gekk á síðastliðin 2 ár? Já, fara yfir það. Kannski það sem mér liggur mest á hjarta eftir þetta eiginlega að pæla í lýðræði. Af því að við höfum eiginlega misst svolítið af lýðræðinu núna á meðan, þú veist, við höfum að gefa upp ýmis mannréttindi, sjálfvilju, flestir. Og ég segi til eins og hvað, ef ég má spyrja, eins og hvaða mannréttindi höfum við gefið upp? Það gefið eftir. Eins og réttin til að fara þangað sem maður vill og ferðast og hitta þess sem maður vill og og þurfa ekki að fara í PCR-próf og vilt það ekki og ekki það var alltaf svona yfirvonandi hætta af bólusetningaskyldu og fer alveg eftir hvaða landi þú varst. Ég var á Spáni þegar þetta skall á og í Barcelona og þá var útgangubann í 2-3 mánuði eða svo. Þannig að kærasta minn einu sinni, eitt skipti, fór hann aðeins lengra heldur en út í matabúð. Hann fór til vina sinns að fá eitthvað lánað og þá stoppaði löggan og spurði bara hvað það gerir þú ert heima hér og þetta er miklu lengra frá. Þannig að þetta er svona mismunandi, en allavega. Þannig að það hefur verið svona samþykkt að á tímum neyðarástands þá sé í lagi í rauninni að gefa upp lýðræðið og í talið að það sé skilvirkara. Og ég vil eiginlega draga það efa og taka þá umræðu. Að fyrst þarf eiginlega að skoða hvað er skilvirkni. Það er kannski hraðar, þú veist, ákvarðanir gæti verið teknar hraðar. En ástæðan fyrir því að við tökum ákvarðanir venjulega á lýðræðislega máta er að því við viljum heyra í öllum hópum sem að fáir aðilar, ef að fáir aðilar ráða hratt, þeir geta ekki metið hvað er best fyrir alla þessa hópa. Þannig að færðu endilega út góðar ákvarðanir sem ég myndi skilgreina sem skilvirkar ákvarðanir. Skilurðu hvert ég er að fara? Þannig að ef 80% vilja hafa lockdown, 20% ekki, þá geti 80% ekki þröngu þessi 20%. En þar af leiðandi ekkert lockdown, þannig að þá myndu svona sóttvarnar aðgerðir eða viðbrögð ekki gilda. Já, það sem ég líka velti. Það sé raunverulega ekki hægt að hafa upp í harðar sóttvarnir því að þá fórnum við lýðræðinu og lýðræðið sé betra heldur en það að verja fólk fyrir drepsótt, ef við gerum ráð fyrir því að sóttin hafi verið skaðleg og yfirvöld vildu láta, að það sé eiginlega óframkvæmanlegt í lýðræðisríki. Að fólki sjálf geti tekið það ákvörðun, þannig að þú ekki að þurfa ríkið til að ákveða hvað sé best fyrir þig. Fyrsta lagi, þá þarf hver hópur eða hver mannski fyrir sig að meta, er þetta neyðarástand fyrir mig? Af því að þessi veira, dánartíðnin eða dánarhlutfallið er minna af COVID heldur en influensu fyrir þá sem eru yngri.
og öfugt fyrir þá sem eldri aðeins. Þannig rauninni ef að dánarhlutfallið minna en influensa þá myndi ég ekki segja að vera neðatilfelli. Þannig að það var ekki endilega neðatilfelli fyrir alla aldurshópa. Þannig að hver hópur eða hver manneskja fyrir sig getur ákveðið met ég þetta sem neðatilfelli fyrir mig eða fyrir aðra og svo getur líka metið hvernig finnst mér best að bregðast við því og í rauninni hvernig hver bregst við, það þá í rauninni eins konar lýðræðisleg kosning sem að bregst við. Því að þegar þú sér aðstæður þar sem að allir eru sammála að sé neðatilfelli eins og gosi í Vestmannaeyjum eða fleira, þá samvinnan alveg svakaleg en einhvern veginn okkur talin trú að það verði ekkert nema kaos ef fólki ræður. Og þá kemur eiginlega bara að grundvallarpælingum lýðræði sem annarkvort hefur trú á því að fólk geti borið ábyrgð á sjálfu sér eða ekki. Er þetta afstæða sem þú hefur gegnum allan tíman, Þorsteinn lýsti í upphafi að þá komu upplýsingar þetta væri mjög hættuleg. Ég man að þegar ég heyrði þetta fyrst þá dundaði ég mig við að reikna ef að þetta smita svona hratt eins og sagt og svona margir degi eins og sagt þá voru mannkenni dautt páskana. Það voru fyrstu tölurnar, þetta væri svo svakalega skaðleg. Hefði verið í lagi og það líklega í fyrstu bylgjunni sem lockdown í Barcelona. Ertu að gagnrýna það eða hversu seint það var brugðist við þegar í ljós kemur að hættan var kannski ekki eins mikil og svona menn óttust í upphafi? Nei, ég áttaði mig alls ekki á þessu strax í byrjun. Ég var búið að samviskusöm að nota grímuna mína og ef ég ætlaði að bjarga mannslífum og svona þannig fór að lesa vísindin grímunar og áttaði mig á að ég bjarga örugglega fleiri lífum með því að nota þær ekki. En það var eiginlega hérna á Spáni var náttúrulega svona svolítið hærri kurva og svo var sett grímuskylda þegar hún eiginlega bara komið næstuði niður og svo var hún bara búin að vera flöt rosalega lengi og við vorum ekkert að fá tilbaka. Þetta eitt af mannréttindum sem ég myndi telja að þurfi ekki að vera með grímu. Og það ennþá grímuskylda hérna úti, halda mjög fast í hana. Þannig að þá fóru að ræna með 2 grímur í rauninni, þegar maður sá hvað var erfitt að fá mannréttindi sín tilbaka og ég held að með því að skapa aðstæður sem að má afnema lífræðið, þá erum við að búa til hvata fyrir yfirvöld eða fólk við stjórn, með mikla stjórn, til þess að hafa neyðarástand eða telja okkur trú að sé neyðarástand eða reyna að víkka skilgreininguna neyðarástand eins og við sjáum núna í Kanada þar sem að Trudeau að nota Emergency Act eða War Act núna gegn mótmælendum. Þannig að ég held ekki að skapa hennan hvata, ég miklu hræddari við misnotkun á því valdi heldur en kaosin sem að gerist af bara lýðræði. En ef þetta eins og þú ert að lýsa, hvernig stendur á því að fólk í löndum sem að hafa barist fyrir lýðræðinu og innbyggt inn í svona sjálfsmynd þeirra, af hverju fólk svona á það svona auðvelt með að varpa þessu frá sér? Já, þetta mjög erfið spurning og ég get rauninni ekkert sagt nema pælingar, ég get ekki fullyrt þetta. Ég held að þeir sem eru með heilsukvíða, ég held að það taki mjög vel yfir allar rökhugsun hjá þeim. Í barnslegri einlægni, ég hélt að ef ég skrifa hérna grein og ég set vitna hérna í allar vísindagreinar og bara legg niður öll gögnin, að þá muni fólk bara draga ályktun af gögnunum og hugsa rökrétt. Og ég lærði þeir fljótt að það væri alls ekki þannig. Þannig að þá kemur spurningin á hverju byggir fólk skoðunir sínar. Og ég veit svo sem enda ekki alveg svarið, en ég hef heyrt nokkrar pælingar það. Eitt til dæmis bara að svona áhrifaríki frasar, stuttir frasar eins og vaccine hesitancy eða pandemic of the unvaccinated og svona sem áhrifaríkt og fjölmiðlar eru orðnir rosalega einsleitir og það er mjög skrítið að sjá mjög lítið fjallanna sem gangi í Kanada núna sem auðvitað mjög áhugavert. Þannig að af hverju fólk tilbúið að gefa þetta frá sér? Já, það er ótrúlega margar mismunandi ástæður og erfitt fyrir mig að tala fyrir hóp sem ég tilheyri ekki. Ef ég segi Má ég aðeins spyrja það meitt? Því að það gögnin á borðinu og þú segir að sjálf augljóst að maður að draga það ályktun sem þú dreg. En þú raðaði gögnunum á borðið. Ef að Þórólfur kæmi og myndi raða sínu gögnum á borðið og þú læsir þau,
kæmist ekki þá að sömu niðurstöðu og Þórólfur? Ég sagði ekki að vera augljóst hvaða ályktun mætti endilega draga, þegar ég alls ekki að segja fólki að komast á sömu ályktun. Það getur alveg lesið sömu gögn, önnur gögn og komist að annarri ályktun og það bara frábært og þá ræðum við það. En það var bara ekki rýnt í gögnin rauninni, þú voru ekki eins og skoðuð. Og Þórólfur, ég hef svo lítið séð af gögnum sem hann hefur lagt á borðið, mjög lítið, og ég hef alltaf viljað sjá miklu fleiri gögn frá honum og svo þessi fáu skipti sem að hann raunverulega vísar í heimild, að þá strax sagt að sjá að hann vísar ekki rétt í það. Manstu þegar hann viðurkenndi mistök sín fyrir að fara vitlaust með hann var að ýkja áhrif hættuna á COVID fyrir börn og það svo skrítið að það virðist ekki vera neitt teymi sem að vinna með honum sem að tekur eftir að hann hafi gert mistök. Maður hefði haldið þeim að tekur svona risa ákvarðanir að það sé gerð grein og góð skýrsla, þessi teymi af sérfræðingum að vinna sig í gegnum þetta, en svo skýrsla virðist ekki vera til og þegar einhver sendi inn póst og bað gögn, að þá var sagt að það hefði ekki tíma fyrir þeirra, en mér finnst þetta rosalega skrítið vinnubrögð og svo á heimasíðu landlæknis og eitthvað, en þá til dæmis hver virkni bóluefni, til dæmis risaspurning og það eru svona nokkuð mismunandi svör eftir hvað rannsóknir að skoða, en það samt svona ná kannski saman á einhverjum tímapunkti, en á heimasíðu landlæknis að við vitnað í eina rannsókn til að tilkynna hver virkni bóluefnina og það svo rosalega skrítið finnst mér að fara ekki heildrænt yfir niðurstöður alls staðar frá. Það eiginlega alveg sjokkerandi sko. Þannig að manni finnst ekki beint fara inn í þessu. Nei, þú ert náttúrulega að lýsa frekar veiku svona lýðræðissamfélagi ef að það má bara beygja sig undir niðurstöðu stjórnvalda en ekki ræða sko forsötu sem að liggja á bakvið. Það ekki það sem þetta vísa svolítið til að var þeir sem að vildu kannski ræða forsötunar að það var svolítið þakka niður þeim af fjöldunum, að það var fólk að kalla Já, og þeir læknar sem að hafa stigið fram, þeir eru svona eiginlega skammaðir og svo líka þetta sko þessi bara hlusta á fólk með ákveðna menntun, mér finnst það líka rosalega skrítið að allir í heiminum hafi ekki rétt á skoðun. Og líka bara að því að ég veit allavega ég sjálf og fleiri hefum sendið skoðanagreinir á Vísi þar sem að neitað að birta þær og Þorsteinn, honum neitað á þeim forsendum sko að heimildirnar sem komið frá covid.is væri ekki nógu áreiðanlegar. Þá veit ég ekki alveg hvert við erum komin sko. Ok. Herðu, þá fyrir við til Svíþjóðar til hennar Svölu. Ég bara með sömu spurninguna, hvað gekk á? Út úr hvaða tíma eru það að koma? Það er ekki hljóð á Svölu. Það er komið hljóð á Svölu. Já, nú heyrðu við. Já, komið sæl. Þetta eru búið að vera skrýtni tímar, heldur betur, og ég er búsett í Svíþjóð og hef ekkert komið til Íslands síðastliðin 2 ár. Þannig að ég er búin að vera að horfa á ástandi heima í gegnum fréttaflutning og samfélagsmiðla og annað og fengur svona tilfinningu fyrir hvað er að gerast og það hefur verið haft áhrif á mig að sjá hvernig samfélagið hefur verið gjörsamlega einangrað og undir mikilli ofstjórn að mínum mati að því að ég er búsett í Svíþjóð og það náttúrulega hafa verið aðrar aðgerðir í gangi hérna. Þó ég hafi nú ekki verið sammála þeim öllum. En sem sagt, ég var náttúrulega skelkuð eins og bara flestir held ég þannig í upphafum. Það vissi ekki alveg hvers konar veira þetta var. Þannig að mér fannst alveg ástæða til þess að fara varlega. En svo smitaðist ég bara mjög fljótlega og var alveg nokkuð veik. Skíthrædd af því að þetta voru svona önnur einkenni en maður er vanur að fá þegar maður er með flensu. Og eins það að í Svíþjóð þá komst maður ekki í test í upphafi af því að það var allir svo logandi hræddir að það var komið fram við hugsanlega COVID-sjúklingar sem eins og geislavirkt fólk eða eitthvað. Maður mátti ekki fara og testa sig nema að maður væri bara nær dauðu en lífi. Þannig að ég þurfti bara að harka þetta að mér heima og síðan bara veiktist ég ekki neitt í 2 ár og var að klára núna sannlega Omikron
veikindi bara fyrir mánuði síðan sem að var staðfest loksins. En en sem sagt eftir að ég var búin að klára mín veikindi þá leið mér nú bara eins og ég væri komið með ónæmi. Þannig að þegar ég komst loksins í mótefnamælingu þá mældist ekkert þar og mér fannst það svo skrítið því að ég var búin að vera að vinna sem kennari og sem blaðamaður innan mikið af fólki, mörg hundruð manns. Engin grímuskylda og lífið var svona frekar eðlilegt sko. Þannig að og hjúkkan sem að tók þetta mótefnatest á mér sagði að það hugsanlegt að þú gæti verið með T-frumubundið ónæmi því að það eru ofboðslega margir sem að hafa fengið COVID og meira segja staðfest COVID sem að fá ekki eða greinast ekki með mótefni, sem sagt antibodies. Og þá fór ég að lesa mig til það og skoða rannsóknir og það var einmitt stór rannsóknirna í Svíþjóð á Karolinska Institutet sem háskólasjúkrahús í Svíþjóð og mikið verið að rannsaka þar. Og þar kom í ljós að meira en helmingi fleiri einstaklinga sem skimaðar voru með T-frumubundið ónæmi en ekki mótefni. Og þetta T-frumubundna ónæmi sem sagt illmælanlegt, það svona meiri prósess, þannig að það kostar eitthvað meira að fara í svoleiðis skimun, það samt hægt að gera það, í Svíþjóð. Og þarna fór ég að velta því fyrir mér, býtu hvað það helmingi fleiri af almenningi búnir að fá COVID. Af hverju ekki lagt kapp á að greina hjarðónæmi raunverulegt áður en að það stendur til að fjölda bólusetja alla og ekki bara hvort sem skiptir ekki máli hvort að fólk sé búið með COVID eða ekki, það bara átt að bólusetja alla á einu bretti og kannski farið svolítið meira gest í hlutina á Íslandi heldur en í Svíþjóða því að náttúrulega voru börnin ekki bólusett 5-11 ára. Þannig að, já, maður svona fyrir að velta hlutunum fyrir sér, bara hversu mikil þörf á þessum sprautum þegar að það kannski dálítið stór hópur fólks ónæmur og af hverju þetta ekki rannsaka frekar, af hverju ekki eitt smá púður í það, alveg eins og að segja hægt að kaupa fleiri milljónir skammta af einhverju bóluefni, sko, þegar þörfin kannski ekki til staðar, raunverulega. En sagðist ekki að hafa vext snemma í COVID og svo aftur með Omikron, þannig að þú ert ekki með neitt ónæmi. Þú ert ekki með neitt ónæmi. Ég held ekki að þetta sé alveg sami veirustofninn, augljóslega, og veikindin voru ekki alveg eins. Ég var miklu veikari í fyrraskiptið, en ég fékk ekki hálsinn þá og ég misti ekki bragðskynið þá, en ég gerði það núna. Þannig að veikindin voru ekki eins. Og þetta alveg staðfest að þetta stökkbreytt veira. Þannig að það hægt að veikjast aftur. En svona samfélagslegur vandi tengdur þessu, nú ertu bara að lýsa hvort að fólk sé með ónæmt og ef fólk vil ekki bólusetningu, þá getur það bara ekki sleppt í að fara í bólusetningu í Íslandi allavega. Og þú þarft ekki að senda börnin í bólusetningu og þetta þá gagnrýni á að þessi var í svona miklum fjármunum í bólusetninga átaki? Sko mín gagnrýni felst náttúrulega í því að ég sem óbólusettur einstaklingur sem að bara langar til þess að afþakka sprautu sem að ég tel mikið þurfa að halda að það verið að meina mér aðgang að uppákomum, það verið að skerða ferðafrelsi mitt. Þess vegna hef ég ekki komið til Íslands í 2 ára því að maður vissi ekki hvort að maður ætti vonaði að vera lokaður inni á einhver Gulag-hótel í lögreglufylgd. Þannig var það þegar þetta var sem verst. Fólk var bara tekið í brúðkaupsferðinni sinni og skautlaði upp á
eitthvað Gulag hótel sem að þurft að dúsa hvort sem það vildi ekki. Þetta bara svolítið ómannúðlegar aðgerðir og gagnvart heilbrigðu fólki sem að var ekki veikt, sko. Þannig að þetta Efast réttmæti þess að vera með þvingunaraðgerðir gagnvart þeim sem eru ekki með sýnileg einkenni, en það hefur nú verið notað í sóttkví eiginlega frá miðöldum að ef þú kemur frá svæði sem sýktara, að þá ertu settur í sóttkví í 14 daga, var það á miðöldum. En þú þurftir ekki að vera með einkenni til þess að vera settur í sóttkví, það bara að þú sért að koma frá svæðum og þú ert í sóttkví vegna þess að einkenni geta komið fram seinna. Já, ég vil nú bara taka undir að með henni Önnu að sem sagt, þessi vera, hún leggst harðar á þá sem eru eldri. Það óumdeilanlegt að fólk yfir 70 á erfiðara með þessi veikindi heldur en flensu, en það öfugt í hina áttina. Þeir sem eru undir 70, þetta eru bara tölur sem hver sem getur nálgast, þetta eru vísindalega rannsóknir sem sýna þetta. Fólk undir 70 að eykjast minna heldur en að bara eins og svínaflensunni, til dæmis. Já. En það smitar alveg eins, þannig að það sama hætta af fertugumanni sem að koma til landsins eða áttræðumanni. Hérna kemur rökvillan. Bóluefni virka ekki gegn smiti. Þannig að, en einhvern veginn, og þetta kannski svolítið það sem að hann Þorsteinn kom inn á, einhvern veginn þá sem sagt fólk hrætt við óbólusett fólk, hvort sem það veikt eða ekki, en það ekki hrætt við bólusett fólk þó að það geti smitað. Getur einhver útskýrt þetta fyrir mér? Vegna þess að það algjörlega staðfest að full bólusettir, 3 bólusettir einstaklingar að smita hvorn annan þótt að sé ekki einu svona óbólusettur einstaklingur nálægt þeim. Þetta það sem kom kannski í ljós svona upp úr síðasta hausti að bólusetningarnar voru ekki að virka eins og að var stefnt og það kannski orðið augljósara núna, en svona á leiðinni að þá var kannski engin með þá þekkingu að geta dregið þessa ályktun sem þú ert að draga. Kannski segjum við fyrir árið síðan, þegar bólusetningarnar byrjuðu á Íslandi. Já, það ekki alveg rétt, af því að það voru að koma upp hérna alls konar svona reports hratt dvínandi ónæmi og það var náttúrulega notað til að réttlæta fleiri og fleiri skammta vegna þess að efast það þegar fólk bara fari í fyrstu sprautuna sína að það hafi áttað sig á að það var á leiðinni í áskrift og það komið áskriftakerfi sem að svo virðist sé bara komið hingað til að vera af því að nú allt komið og til staðar, þannig að þegar næsta veiruafbrigði mætir til leiks, að þá verður öllu kikkað í gang aftur. Og svona verið að stjórna okkur, að mínum mati, stjórna ferðum okkar og kúa fólk til þess að láta spreyta sig, af því að þetta snýst allt það, af einhverjum ástæðum, þá snúast allar aðgerðir að þurfa að spreyta sig. Það ekki í boði að fara aðra leiðir til þess að vernda sig og aðra og hugsa heilsuna sína á annan hátt. Það með þessi ofstjórn sem hættuleg og sem ógnar lýðræðinu og frelsi mannsins til þess að hafa yfirráð með eigin líkama og hvað fer ofan í hann. Og þetta val má ekki taka frá okkur vegna þess að reynslan hefur sýnt okkur það og Svíar einmitt að varðbergi út af þessu að bóluefni sem hafa verið tekin fram í snatri hafa sýnt sig geta ollið ófyrirséðum aukaverkunum og hérna í Svíþjóð voru 500, ég veit ekki hvort ég náði að melta þessa tölu, en 500 ungmenni fengu drómasýki af svínaflensusprautunni. Þetta allt saman staðfest og klínist og prófað og eru öryrkjar fyrir lífstíð eftir þetta og kannski þess vegna hafa Svíar ákveðið að fara örlítið varlegara með svona bólusetningaherferðir vegna þess að það þarna ákveðin reynsla og þess vegna þarf frelsið að fá að vera hjá einstaklingnum
hvaða læknisfræðileg úrræði maður vill þiggja og hvað ekki. Það verður að fá að vera val hvers og eins og nota bene. Ég ekki að tala þvinganir eins og í Austurríki, það bara komið mandate, eða sem sagt skylda. Og ef þú bólusettir þig ekki þá bara missuru einhver fríðindi í samfélaginu eða missi vinnuna þína eða svona einhver þvingunarúrræði í gangi. Ég að tala að sem sagt, ég vil fá að taka mínar ákvarðanir án þess að skerði mín samfélagslegu réttindi á nokkurn hátt. Enda til hvers? Ég meina, þú veist, ekki höfum við látið svona, þau höfum verið að fá aðra flensur og svínaflensur og vetraflensur eru að taka líf. Það bara fullt af fólki að deyja úr flensu á hverju ári, allstaðar í heiminum og það bara óumflýjanlegt. Herðu, höldum áfram. Halldór Ármann, þú færð að glíma við þessa spurningu. Hvað var það sem að gekk á í okkar samfélagi á síðustu 2 árum í gegnum COVID? Ég held að fyrir mitt leyti sé kannski eiginlega bara ekki hægt að fullyrða eitthvað það á þessu stigi máls hvað nákvæmlega gekk á. Ég held að ég þurfi allavega svolítið lengri tími í það og ég ennþá bara ótrúlega óviss þetta allt, en það hvernig ég upplifði þetta frá byrjun var að ég kom heim frá Þýskalandi í mars 2020 og fór þá í mína 2 vikna einangrun og tók þetta allt saman bara mjög alvarlega, en ég tek undir það sem Þorsteinn sagði í byrjun að ég tók þetta gríðarlega alvarlega í byrjun, að ég fékk bara einhvers líkamlega tilfinningu fyrir eitthvað snemma að það væri eitthvað meiri háttar rof væri búið að eiga þessi stað og án þess bara ég var alls ekki að liggja yfir einhverjum rannsóknum eða gögnum, bara alls ekki, en þetta var bara svona tilfinning sem ég fékk að þetta væri alls ekki eins og sá veruleiki sem að birtist manni einhvern veginn í fjölmiðlum. Eftir það þá fannst mér svona eins og föðurbróðir minn komst á orði að það hefði svona smá saman sýnt sig að þessi veira væri einhvers konar sannleiksveira, að hún afhjúpaði svo ofboðslega veikleika nánast á öllum sviðum mannlegrar tilveru. Hún afhjúpaði veikleika einstaklinga, hún afhjúpaði veikleika stofnana, hún afhjúpaði veikleika samfélaga og ríkja. Og til dæmis, ég tek undir allt sem hér hefur verið sagt bara til dæmis fyrir bara í lýðræði. Hér ég byrjaði sjálfur að skrifa þetta, kannski minnir mig snemma árs 2021 og það sem var rótin af því var að mér var ekki sel einhvern veginn. Mér fannst það var þessi tilfinning var honum mjög sterk hjá mér að þetta væri þetta meira áttar rof milli veruleikans og narratífsins getur við orðað en það sem mér fannst svo hrikalegt að horfa upp á var einhvern veginn þessi gegndarlausi ótti og þessi hræðslu áróður alveg hreint endalaust og það afhjúpaði til dæmis veikleika fjölmiðla í dag sem hafa veikst svo svakalega á tímum samskiptamiðla og hafa þurft að beygja sig algjörlega undir þeirra hreyfilega mál sem eru smellirnir og allt það, þannig að það verða til gífurlegir augljósir fjárhagslegir hagsmunir af því að svoleiðis tromma upp óttan. Hvað segir landstjórinn okkar og lögreglumaðurinn í dag, hvað eru margir smitaðir, alveg endalaust og maður fyrir bara að sjá þetta í kringu sig allt í einu, ég bara fólk sem í nágrenni manns orðið bara ofboðslega hrætt og bara þorir varla út úr húsi og maður hugsa með þessu, ég svo sannarlega engin sérfræðingur en nú þekki ég bara fullt af fólki sem hefur fengið COVID og ég ekki beinleinis maður hefði algjörlega haldið sig tilbaka ef hér væri fólk að stráfalla á götum úti og það væri bara augljóst mál að það þyrfti að setja upp einhverja sóttkví við þeir eða eitthvað svoleiðis og ég tek alveg undir það að það gætu komið upp aðstæður þar sem eitthvað fólk eins og ég eða við þarf að segja, herði, ok, bara allt í lagi, mannréttindi og svona, ok, við þurfum að frista þetta í smástund.
ef þetta væri einhvers svona raunveruleg drepsótt, en maður fékk einhvern veginn aldrei það á tilfinninguna. Og þannig að það var þessi ofboðslegi ótti sem maður skynjaði, sem aftur var einhvers svona líkamleg tilfinning mín að væri örugglega mögulega jafn skaðleg, ef ekki bara skaðlegri en veiran. Ég held að þetta hafi svo hrikaleg áhrif á samfélag, að fólk sé svona hrætt og fólk verði í rauninni svona háð einhvern veginn eigin skelfingu í gegnum það að horfa á upplýsingafundina og hvað næst og leið verður til þessi svakalega fylgispekt og sem auðvitað helst í hendur við óttan að það megi ekki gagnrýna nokkuð skapaðan hlut, það allt sem kemur hérna ofan rétt og fólk sem einhvern veginn efast er beinlínis hættulegt og þá fer að koma upp þá fara að koma fram þessi sjónarmið að mannréttindi sem hafa kostað þvílíkt magna af blóði, svita og tárum hérna síðustu árhundruð, að þetta sé í rauninni bara einhvers konar lúxus sem eigi ekkert við núna, þetta sé bara svona hálf ruglað að vera eitthvað að pæla í því. Það fannst mér, það fór að hringja alveg stórkostlegum viðvörunarbjöllum hjá mér þegar hér er farið að óma í íþróttasölum og þess að við erum öll almannavarnir, þetta fannst mér alveg hrikalegt að hlusta á af því að maður hugsa með sko, já, þetta er auðvitað vel meinandi frasi en ég meina, svo lenti ég bara sjálfur í því að ég hélt að það ætlaði bara maður að bókstaflega, borgaralega, fremja einhvers svona borgaralega handtöku á mér á körfuboltaleik, vegna þess að ég hafði óvart tekið niður grímuna, það sem var algjörlega óljóst hverja reglunar voru og þetta var bara farið að viðvörunarbjöllurnar voru orðnar svo ofboðslega margar og það var svo lítið, eða bara hér engin gagnrýni sem heyrðist opinberlega og það var eiginlega bara sama hvar niður var borið. Það er alltaf, þegar þessi veira kemur upp og hef ég eiginlega alltaf hugsað, nei, þetta er ekki líkamlega fæ ég ranga tilfinningu fyrir þessu og eitt dæmi var þegar íslenski ráðamenn taka birtast í fjölmiðlum erlendis vegna þess að árangurinn á Íslandi sé svo einstakur og þá fæ maður aftur þessa líkamlegu tilfinningu sko. Nei, þetta er alveg ábyggilega ekki gáflegt að vera að gorta sig eitthvað erlendis af því að ástandið sé svo gott hér, enda vorum við komin á einhver rauða viðvörunarlista og allt í volli mánuði síðar. Þannig að það var svona, það ljúka þessi mónolog á því að það sem mér fannst erfiðast og finnst ennþá erfiðast, því nú þekki ég bara fólk og veit mörg dæmi kringum mig að fólk bókstaflega ekki funksjónal borgarar í samfélaginu fyrir ótta og hefur þurft að hætta í vinnum og hætta bara öllu félagslegu lífi vegna hræðslu. Það held ég að sé bara alveg ofboðslega alvarlegt mál og það var svona mín stóra gagnrýni í þessu og þessi sterka tilfinning sem maður hafði að strax á byrjun að maður hugsaði fyrst lockdownin, einangrun, allt það, maður hugsaði með sér, já, allt í lagi, sjá hvað gerist, en svo mjög fljótlega fór maður að fá tilfinninguna. Þessi rörsýni okkar og það hvernig við erum eins og einhvern veginn hestahjörð sem komin á stað og verður ekki stoppuð og það eru lockdown, það var allt í einu byrjað eitthvað tal, maður þurfti útgöngubann á Íslandi sem ég fannst alveg ótrúleg hugmynd á stað þar sem það er engin úti nokkuð tímann og maður fekk svona já, þetta var svona það sem ég hefur þótt erfiðast að horfa upp á þessu og það eru langtíma áhrifin af þessu sem ég óttast hvað mest, það er bara þessi ofboðslegi ótti og það er einhvern veginn eins og þessi hættuvæðing sé smá saman að breiðast út í aðra hluti líka leið og já, það er svona hafa verið mín skoðun. Já, Halldór, að því að Þorsteinn byrjaði og hann var með svona lýsingu á ástandi á samfélagi áður en COVID kom, að ástæðan fyrir því að COVID verður svona, viðbrögðum verða svona, er ástand sem er fyrir, sem er aukin einangrun fólks, sterk tilfinning fyrir svona tilgangsleysi, veikt samfélag og það er samfélag sem að veldur því að þegar kemur svona utanaðkomandi ógn að þá verður til samfélag, þá verður saminist við það og við fáum svona fullnægingu fyrir því að vera þessu hópdýr sem við erum vegna þess að við erum svo léleg hópdýr í samfélaginu áður en það gerist. Ef að þetta er rétt hjá Þorsteini, sem að hljóma mjög gáfulega á honum,
þá er bara COVID er bara eitt, svo getur bara komið innrás Rússa í Úkraínu næst og svo getur komið eitthvað annað og það er bara samfélag sem er bara óhæft við að horfast í augu við ástand eða taka ákvörðun hvernig það bregðast við því. Já, mér finnst það bara óbúslega sannfærandi kenning og mér finnst það haldast í hendur við þessa hugsun sem ég nefndi á hann, þetta sé svona hálfgerð sannleiksveira, skilurðu. Þetta er hún þú veist, ég held að straumar og undiralda sögunar, mannkynssögunar sé yfirleitt þannig að það sem gerist alltaf löngu skeð. Það er að tökum sem dæmi þessi veira afhjúpar til dæmis mjög máttlausan landspítala sem ekki eitthvað sem gerðist held í þessari veiru heldur var eitthvað sem löngu skeð og afrakstur af einhverju vanrækslu sem löngu skeð og ég held að þetta sé allt saman rétt að þessi veikleika sem ég nefni sem veiran afhjúpar þetta allt saman þetta eru hlutir sem löngu búið að ske hvort sem það veikleiki lýðræðisins, veikleiki fjölmiðlana til dæmis, veikleiki menntakerfis og veikleikar af gagnrýnum hugsunar það held ég. Ok, heyrðu Þorsteinn, ef þetta staðan eins og þér að lýsa, hvað eigum við að gera? Hvernig getum við þú veist, ef við erum og með oflitla vöðva þá förum við bara í ræktina og búum okkur til vöðva. Hvernig býr samfélagið sér til vöðva til þess að þola svona ástand betur? Hvernig getum við bætt upp þá veikleika sem að veiran afhjúpaði? Hvað er það að gera? Þetta stór spurning. Og ég ætla mér þá duglega að geta svarað henni svona í einhverju stuttu máli. En ég held að það sem við erum að horfa á núna í rauninni það og það kannski veikleiki sem við erum að sjá. Það þetta hversu ofboðslega auðvelt það fyrir okkur að láta óttann ná á okkur slíku valdi að við erum tilbúin til þess að fórna öllu. Við erum tilbúin til þess að fórna málfrelsi, við erum tilbúin að fórna bara öllum mannréttindum meira og minna. Og spurningin sem ég velt fyrir mér undanfærið svo hvernig hægt, hvað það sem að þarf að eiga sér stað til þess að allavega draga úr líkunum að því að svona gerist. Ég veit ekki hvort það nokkuð tíma ætti að koma í veg fyrir þær. Og þá horfir maður náttúrulega þetta til dæmis til stjórnmálanna og eitt af því sem ég velt mikið fyrir mér það, af hverju var aldrei neitt pólitískur ágreiningur neitt af þessu í rauninni, eiginlega ekki Það voru svona einn þingmaður hér og þar í mismunandi löndum sem að eitthvað andmæltu en annars stóð allir saman. Og það verður alveg sama hvort að það verður sósíalistar eða sósíaldemókratar eða frjálshyggjumenn eða framsóknarmenn eða hvað, skiptir engu máli. Og ég til dæmis velti fyrir mér af hverju eins og frjálshyggjumenn sem að maður hefði búist við að væru svona einhvers konar útverði frelsins, af hverju þeir bara samþykkja alls konar útgangubönn og skyldubólusetningu og guð má vita hvað. Og eiginlega sú hugsun sem að ég á og að velta fyrir mér núna þessa dagana að hún svo að pólitíkin eins og hún sett upp núna þegar við höfum vanist því að búa í samfélögum þar sem að ríkir frelsi, aðdáttarfrelsi, pólitískt frelsi, málfrelsi og slíkt. Að pólitíkin sé komin í rauninni á einhvern stað þar sem hún ræður ekki við að taka þessu. Og ég ætla að skýra hvað ég á við. Ég held að við getum hort á frelsið í 3 lögum. Ysta lag frelsisins, það er í rauninni frelsi, það er svona viðskiptafrelsi, athafnafrelsi og slíkt. Þar eru spurningar eins og hversu víðtækur á til dæmis rekstur ríkisins að vera á einhverjum innviðum, að hversu miklu leyti á það að koma að atvinnulífi, samkeppnislög og einhverju svona hluti. Og þetta er það sem pólitíkin alltaf að takast á. Næsta lag þarna fyrir innan, að það
það er henni pólitíska frelsið og málfrelsið. Og það svo sannarlega verið vegið að því, sko, sérstaklega málfrelsinu á þessum undanfarnum 2 árum. Og ég held að meira og minna allir sem hafa tjáð sig þetta og gagnrýninn hátt, sko, hafi átt að segja því að það bara umræður stoppuð og það er ritskoðun og allt það. En það kannski ekki stóri þátturinn, sko. Innsta lag frelsisins, og það er það sem nýtt, held ég, svolítið í þessu. Innsta lag frelsisins, það er frelsi okkar til þess að lifa eins og manneskjur hversdagslegu lífi okkar. Það er eitthvað sem er svo innbyggt í okkur sem manneskjur. Það er eins og bara frelsi til þess að frelsi barnsins til þess að sko læra að lesa í svipbrigði fólks. Og víða til þess í Bandaríkjunum, það hafa börn verið sko alveg niður í ungbörn sko með grímur sko og með ekki koma nálægt hvert öðru og slíkt. Nú það er frelsi fólks til þess að hitta hérna vini og kunningja. Þetta er svona, þetta er eiginlega eitthvað sem er sko ekki einu sinni hluti af skilgreiningu okkar á frelsi. Þetta er eins og frelsi hundsins til þess að gelta, frelsi hestsins til þess að hlaupa. Þetta er bara einhver hluti af eðli okkar sem manneskju. Og og það er þetta frelsi sem er vegið að. Og ég stundum haft á orði, sko, ég held að sko Sovjetborgari á tímum Stalins hafi verið frjálsari hvað þetta varðar heldur en Austurríkismaður í dag. Ok, en spurningi mín var, hvað hefur við að gera? Hvernig ætlarðu að Já, fyrirgefðu. Ingangurinn eiginlega því, sko, að ég held sem sagt að við erum komin á eitt stað þar sem við erum tilbúin að fórna eðli okkar. Og við erum komin með samfélagið einhvern veginn þangað sem að sko við erum orðin svo vön því að við erum svo vön lýðræði, við erum svo vön frelsi að við veitum því ekki athygli þegar það er eins og móttinu sé kipt undan okkur. Og ég held að leiðin sko sé svo að sko lýðræðið og mannréttindin þetta verður aftur að verða að hugsjón í samfélaginu. Og það er það sem það hefur ekki verið svo lengi. Það er að segja hugsjónin um lýðræðið, hugsjónin frelsið, það sem að dreif áfram sko, að þessu þróun sem endaði með því að við vorum komið með frjáls lýðræðissamfélag. Það var ekkert auðvelt sko, og tók langan tíma að þegar þessar hugsjónir hverfa, að þá í rauninni fótunum kippt undan okkur og ég held að við þurfum að endurvekja þessar hugsjónir. Kannski voru samfélagin okkar ekki eins sterk og afalátið. Þau voru líka miklu eftir 2001 9/11 í Bandaríkjunum að þá hagnaði nú bara sterkasta intelligensía heims á austurströnd Bandaríkjanna á einni nóttu og æmti hvorki né skræmti. Nákvæmlega. Og þetta er einmitt það sem að sko held ég og það er annað held ég í þessu sko sem er ofboðslega mikilvægt og það er það og við höfum séð náttúrulega mikil merki það er þegar sko gagnrýnin hugsun hverfur. Þess að gagnrýnin hugsun er í rauninni rótin að því að við getum haldið upp í lýðræðissamfélagi. Ef við erum ekki fær gagnrýna hugsun þá erum við í rauninni ekki fær það að halda upp í lýðræðissamfélagi. Við verðum að vera það og þar hefur náttúrulega sko þetta bara sko menntakerfið og fjölmiðlar og allt saman þetta hefur brugðist hvað það varðar og þetta sjáum við til dæmis í þessu sko þessari tilhneigingu til þess að trúa bara og fylgja bara því sem okkur er sagt að trúa í stað þess að hugsa gagnrýnið. Við stöndum frammi fyrir einhverjum augljósum mótsögnum eins og ég held að Svala hefði nefnt áðan sko. Við erum með fólk sem er bólusetja og það er sko eins og bara til þess að Skotlandi voru að sýna okkur að daginn sko það er 250 sinnum það er 2,5 sinnum meiri líkur af því að fólk sem er búið að fá 2 bólusetningar smittist heldur en það sem hefur ekki fengið neina og samt sem áður er hann sko með einhverjar reglur
það að ef fólk bólusett þá eða njóta meira frelsis heldur en fólki sem er ekki bólusett. Og við horfum fram á einhverjum svona mótsagnir, einhverjum svona algjörar mótsagnir, sko, og en það einhvern veginn bara, þú veist, við sjáum það ekki, við sjáum ekki mótsagnir, og þegar við getum ekki síðan mótsagnir, sko, þá erum við alltaf algjörlega búin að missa hæfileikann til þess að hugsa krítískt. Ég ætla að halda áfram að spyrja, Anna Tara, ef að samfélagið okkar svona í svona miklu vanda, hver leiðin út? Já, stórt og spurt. Sko, mér langar að minnast á það að til vinnuhópur sem heitir vinnuhópur gegn upplýsingaóreiðu. Mér finnst þetta aldrei óþægilegur hópur af því að maður veltir fyrir sig hvert hlutverk hans, sem sagt að skilgreina sannleikann. Þannig að þetta stoppar svolítið umræður og ég held að eitt af helsta sem við þurfum til að komast út úr þessu að leyfa umræður og taka umræður. En ekki eitthvað svona yfirvald sem skilgreiningavald yfir raunveruleika fólks. Og þannig að ég spurðist aðeins fyrir hvert hlutverk þessi hóps var og þau gerðu skýrslu og þar sagt að því fréttamenn væru svo ótrúlega mikilvægir á þessum tímum að þá ætti að bæta þeim við á lista yfir starfsfólk í framlínu og samdægurs bar staðfesting frá ríkislögreglustjóra að fjölmiðlafólk hjá fréttastofum með skilgreinda ritstjórn hefði verið bætt á lista almannavarnadeildar yfir starfsfólk í framlínu störfum sem hefði forgang á grunn- og leikskólaþjónustu og svo framvegis. Þannig að fjölmiðlafólk komið á lista almannavarnadeildar yfir starfsfólk í framlínu störfum. Þannig að þetta svona eins og fjölmiðlar sé að vinna fyrir almannavarnir. Eða hvernig skilur þú þetta? Mér finnst þetta allavega mjög hættuleg braut og draga úr sjálfstæði fjölmiðla og einhverjir hafa talað þá pressu að þegar þeir hafa fjallað eitthvað sem fyrir gegn ríkislínunni að þá hafi þau fengið símtöl og verið gagnrýnd og fleira. Ég hef sko aldrei verið hrædd við ríkisvald fyrir núna og það kannski ákveðin forréttindi og barnslegheit en það fyrst skipti núna sem ég finn fyrir þessu. Þannig að fyrsta lagi umræður og svo auðvitað fjölmiðlar en eins og Halldór meinti líka með menntun og gagnrýna hugsun og að treysta sjálfu sér sko. En Anna Tara, má ég að spyrja því að ég að spyrja hvað þetta ráða og þú nefnir fjölmiðla en ég heyrist á ykkur að þessi almennu upplifun að þeir hafi brugðist. Þú nefnir svona menntun og umræðu. Ég var ekki varð við að háskólasamfélagið væri með gagnrýni á stefnuna. Þannig að þú veist, það var að reyna að grípa í eitthvað en það er eins og allt sé orðið fiskið. Eins og ég segi, það alveg ýmislegt hægt að gera til að styrkja fjölmiðlega menntun en ekkert sem að tryggir að sé þarna alltaf en þá komum við á þessu vökulega auga sem á að halda en ég alls ekki með lausn á silfurfati, alls ekki. Kannski aukin umræða, meiri óttalis í umræðunni að leyfa sér að halda ykkur fram gegn kannski hægt að æfa fólki því að vera að halda ykkur fram þó svo að hitt fólki við borðið sé ósammálaður. Kannski þurfum við bara að vera í svona push-upi að æfa okkur því að vera með aðra skoðun en næsti maður. Já, sko pabbi minn bjó í Noregi og hann talar alltaf að þar sé þroskaður umræða að því að það allan tíman hafi mátt gagnrýna aðgerðir yfirvalda og það hafi alltaf verið dregið að pallborðum fólk með alls konar mismunandi skoðanir meðan hérna í Kastljósi að þá var sko fullt af fólki en allir sammála því að það ætti að bólusetja börn og fleira vantaði mjög oft. Það einhvern veginn lýðræði ekki mjög þroskað hérna og ég held til dæmis bara herferði í að kenna fjalla hvað lýðræði sé. Ég held að það sé alveg þarft að taka það umræðu. Já, við getum örgulega bætt sko umræðu hefðin á Íslandi en líklega erum við ekki að tala það því að ástandið var svipað víða heim. En hér til dæmis einkenni það að þessi þáttur góð byrjun. Já, það eins og fólk sé sko ef maður ekki sammála því að það upplifa sem höfnun þannig að það mjög ríkt í Íslendingum að reyna að tala sig niður á sameiginlega niðurstöðu sem allra fyrst. Það eitt af einkennum. Veitu, ég skildi ekki alveg hvað upplifa sem höfnun. Maður áttar sig til dæmis á því þegar maður í Frakklandi þar sem að þeir hafa raunverulega þol fyrir því að vera að tala saman þótt þessi öndverðu meiði
að þeir talaði ekki sem persónulega höfnun ef að þá sem að þú ert að tala við tekur ekki undir það sem þú ert að segja, að þeir taka það ekki svona persónulega eins og maður verður oft varfið á Íslandi, að Íslendingar séu að flýta sér að tala sig niður á eitthvað svona flöt þar sem að við erum vinir, við getum verið með sameiginlega skoðanir. Kannski meira nálega, en svo eitt líka kannski sem ég langar rétt að minnast á er að fólk, það virðist vera tilbúið að fara í árásargírinn ef það upplifir að sínu öryggi sé ógnað. Þetta virðist vera svona línan, svona getur fengið fólk til að samþykkja að fara í stríð og fleira. Þannig að ég vil kannski, það sem ég hef sjálf hugsað er, jafnvel þó mér finnst fólk ógna mínum lífsgæðum og virkilega fundist það og verið reiðið yfir því, að samt reyna að tapa ekki kærleikanum gagnvart náunganum. Þannig að ef að fólk sko lætur ekki plata sig yfir þessa línu, að því að þessi manneskja, þú telur hann ógna þínu lífi, þar leiðandi er hún eiginlega ómanngerð og það má gera allt langt við þá mannesku. Ef þú lætur ekki plata þig yfir þessa línu, að muna halda í það mannlega í öllum. Já, það fljótt að gera andstæðinga sína að óvinum. Það mjög augljóst á Facebook í dag að það mikið af myndum af Pútín með Hitlerskegg. Ég ætla ekki að hæla Pútín hérna, en það meðist það bara svona magnað að allt í einu verður bara Facebook fullt af vera líka Pútín við Hitler. Herðu, Svala, við erum stutt eftir. Svala, við erum stutt eftir. Það hver lausnin út? Já, bara það sem þú varst að gera. Upplýsingagjöf, leyfa mörgum að koma til máls og þetta fordómaleysi þarf að koma að vera tilbúin til að skoða, hlusta, endurskoða, endurmeta. Mér langar svolítið til þess að deila með ykkur reynslu. Ég fór í Sund í fyrradag, það er eins og þið vitið búið að fella niður allar aðgerðir í Svíþjóð, allar sóttvarnar aðgerðir, það eru 2 vikur síðan. Og það var frétt í gær að 40% færri innlagnir eru í dag en fyrir 2 vikum. Það eru færri innlagnir vegna COVID eftir að sóttvörnum var hætt, 40%. Og ég var í Sund í fyrradag og allar aðgerðir áttu að vera hættar, þannig ég held að ég geti bara valsað í Sund. En nei, maður þurfti að panta sér tíma í Sund til þess að mæti hol sem eru þá sleppt inn. Og ég gerði það, fer á netið og panta Sundferð og mæti svo á slaginu þegar maður átti að mæta. Ásamt 50 manns sem vildi líka fara í Sund. Og þarna tróðumst við í andirinu 50 manns með Sundboka að bíða eftir afgreiðslu. Og þetta sem tók meiri þetta langa tíma þegar þurfti að finna pöntunina eða bókunina og allt þetta sko. Þetta var 20 mínútna bið og það skal enginn segja mér að þetta hafi komið í veg fyrir einhverja smithættu. Það er bara öfugt sko. Og þetta er dæmi einstaklingsframtak, af því að ég spurði náttúrulega hvers vegna eru aðgerðir ennþá í gangi hér og þá var bara sagt, já, fyrst að yfirvöld eru búin að hætta að gefa út fyrirmæli, það bara ákveði við að við verum að gera eitthvað í þessu, ég meina við vitum ekkert, það var bara hræddur forstöðumaður að bara allri velmenningu, náttúrulega, góður ásetningur, en skapaði þarna bara stór hættu að mínum að því. Óþarfa. Í staðan fyrir að hafa bara hámarksfjölda í Sundi, fylgjast með hvað eru margir að fara í Sund og hafa bara hámarksfjölda þar, í staðan fyrir að vera hólfa fólk eitthvað niður hvenær það megi koma og lenda þá í þess að allir mæta á sama tíma og geta þá borið smitofan í hvert annað í andirinu. Og hvernig kemst fólk upp með þetta? Jú, að því, sko, hérna eru komin inn á annan ótta sem við töluðum áðan, að sko það eru örugglega ekki til neitt hræðilegra en hugmyndin eitthvað ósýnilegt sem getur drepið þig. Þú veist, bara næsta manneskja út í búð getur hugsanlega drepið þig og þú veist ekki að því. Þetta er sálfræðin á bak við þennan faraldur sem er búin að knýja óttan áfram að þessi þörf fyrir að verja sig
Og þessi þráhyggja að fylgjast með öðru fólki, hvort það sé hugsanlega smitbarar eða ekki. Þetta svona grundvöllurinn að þessari þráhyggju og öllum aðgerðunum. Og akkur þær eru réttlættar. Þær eru réttlættar út af þessu. Af því að þetta í rauninni sko það sama og hryðjuverk. Þetta sama sálfræðin. Þú veist aldrei hvenær eitthvað geti komið allt í einu og sprengti bara í loftið. Og lausnin þá líklega, ef við verum að velta fyrir okkur hver leiðin, hvernig samfélagi getur jafnað sig á þessu, bara að faðma næsta mann í rauðinni? Nei, ef þú ert að spyrja mig, þá sko mín lausn að sem sagt, það sem þú ert að gera, þú ert að leyfa fólki sem kannski að hugsa aðeins út fyrir bóksið, leyfa því að koma til tals, já því röddu, vegna þess að það hefur ekki verið auðvelt fyrir blaðamann heldur, þó að vilja að koma einhverja gagnrýni á fyrirkomulag. Þannig að þeir geta bara mist vinnuna ef þeir eru með óvinsælar skoðanir og dagblöð eru hrædd reksturinn og annað að fólk fara að mótmæla einhverju dagblaði vegna þess að það að hampa einhverjum anti-vaxxers, eða skiljið. Þannig að þú veist, vandamáli hjá almenningi, ekki bara stjórnvöldum. Þið sjáu því, í Svíþjóð stjórnvöld hætt að gefa út viðmið, sóttvarnaviðmið, og almenningur samt bara í þráhyggjukastri. Herðu, ég enda hjá þér, Halldór, hvað þú að vísa leiðin út, hvernig jafnar samfélag sig á þessum tíma? Þú reyndar, ég skal taka það fram að þú sagðist ekki alveg verið búin að greina hvað gekk á, þannig að það kannski frekt að mér að byrja þig að benda á lausnina frá vanda sem að þú ert ekki alveg tilbúin að greina hver er. Nei, leiðin út. Ef ég alveg svona hreinskilinn þá, það sem mér finnst vera, mér líður eins og sé aftur, þetta svona tilfinning sem ég hef að það sem sé svolítið mikið í bakgrunni á þessu öllu sem hefur verið að tala og bakgrunni á öllu sem hefur gengið á síðustu 2 árin eða svo. Sé bara að mér líður alltaf þessu samfélagi því að rifna í sundur upp og niður, sko. Það er alltaf að tala eins og þessi hægri og vinstri, en mér líður alltaf eins og þessi upp og niður. Og þetta hefur, síðustu 2 árin hafi alltaf verið alveg gríðarlega arðbær fyrir ríkt fólk og alveg gjörsamlega hræðileg fyrir fátækt fólk. Þetta hlutabréfamarkaðir hafi tvöfaldast síðustu 2 árin og að sjálfsögðu hækkað hvergi meira en hér á Íslandi. Mér ég líka hálfgerður platonisti bara og mér líður eins og við séum, ég fyrir löngu búin að afskrifa það að ég búi í einhvers lýðræðissamfélagi og mér líður eins og við séum á leiðinni út úr auðræði og inn í harðstjórnar sem í þessum platoníska hring, það sem að við munum búa við einhvers konar tækni harðstjórn bara og sem að sjálfsögðu þetta hefur sterkt tengst við auðræði sem var fyrir og við bara blasa við að það alltaf bara gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir í því sem við erum búin að vera að tala að fólk bara sé heima á sér í símanum eða á Facebook og fái þar sína ritskoðu heimsmynd og svo framvegis. Ég alveg sammála því að það eina sem ég sé gáfulegt einmitt núna og gefur manni von bara einmitt það sem búið að segja nákvæmlega sem þú ert að gera það er aldrei svona umræður á neinum öðrum fjölmiðli og það sem ég sé fyrir mér að það sem maður getur gert sem einstaklingur sé bara svolítið að það þau bara svolítið hugrekki að það að standa á sínu og þóra að tala og þóra að segja hvað manni finnst og þóra líka bara að játa að maður hafi bara efasemdir það sem maður að fylgjast með og líka bara efasemdir sínar eigin hugmyndir og það oft eins og það megi ekki en aftur yfir það hvernig manni líður eins og að samfélagið sé svolítið að rifna upp og niður og það líka þessi eilífa leit að óvinni mér sem að skynja svo sterkt undirliggjandi heift í samfélaginu hér og annars staðar og undirliggjandi þrá eftir því að kenna einhverjum og þetta bara endalaust hvernig þetta fer inn í nýja farvegi og
til dæmis, bara sem ég sá á Twitter rétt áðan á meðan við vorum að bíðast við að byrja þáttinn, þá sér maður að það alltaf í einhverju óbúslegar ásakanir í garð fólk sem á móti bólusetningum að það sé upp til hópa svo óbúslegir stuðningsmenn að svona einhverju anti-vaxxers á Vesturlöndum séu styðji einhvern veginn Rússland í þessu og það má vel vera að það sé einhverju snertifleitir þar, ég veit það ekki en mér finnst þetta bara svo ótrúlega eitthvað vitlaust og hættulegt og svo augljóslega hluti af þessu að vera alltaf í leit af einhverjum til þess að grípa hálsina og segja þetta allt saman þér að kenna og það þessi undirliggjandi gremja og bræði sem held ég að tengist undir öldu í þjóðfélaginu fyrir því að það eitthvað mikið að og við búum ekki í réttlátum, sanngjörnum eða eðlilegum heimi. Já, og það oft þannig að umræðan fer fljótlega yfir í eitthvað svona eins og menningarstríð, það við og þið og hinir og það rotta saman svona alls konar hugmyndum hvað hitt fólkið á að vera með rangar hugmyndir á öllum sviðum, bara rátt fyrir öllum sviðum. Akkurat. Já, herðu, það mjög gaman að setja þetta niður með ykkur og spjalla þetta og kannski heldur þessar umræðu áfram, þetta náttúrulega það viðföngum þessa þáttar að reyna að skilja á hvaða tíma við lifum og hvert við erum að fara. Þorsteinn Sigurlaugsson, Anna Tara Andrisdóttir, Svala Magnea Ásdísardóttir og Halldór Ármann Ásgeirsson. Þakka ykkur kærlega fyrir, hlustendur fyrir að hlusta. Eins og vanalega þá hvet ég hlustendur til þess að aðstoða okkur við að dreifa þessu. Þið getið séð þættina á síðu samstöðunar á Facebook og YouTube. Ef þið eru á YouTube þá getið þið hjálpað okkur með því að gerast áskrifendur, með því að íta og takka sem hér, rauðu takki. Og það hjálpar okkur í því að dreifa efninu. Ef þið viljið styðja samstöðuna þá getið þið farið inn á samstöðun.is, það líka ágætis yfirlit yfir alla þættina sem eru og þið getið flett upp í gömlu þáttum, það líka þetta að ganga inn í Alþýðufélagið sem fjárhagslegur bakhjarl samstöðunar. Það ekki á dagskrá hérna, ekki alveg orðið ljóst á morgun, en við erum svolítið að hugsa að vera með eitthvað í tengslu við Úkraínu og innrás Rússa og það munum við bara tilkynna inn á síðan okkur á Facebook. Ég verð hérna allavega næst á laugardaginn, þá vinnuskúrin sem svona farið við frétti vikunar, þá mæti fyrst til mín Sonja Þorbjörnsdóttir sem formaður BSRB, en síðan koma Sandra B. Franks sem formaður Sjúkraliðafélagsins, Þorgerður Laufey Diðrisdóttir sem félags grunnskólakennara og Steinunn Bergmann sem formaður félagsráðgjafafélags Íslands og við munum ræða verkalýðsbaráttu og frétti vikunar eins og innrásina, en mig grunar að við munum líka ræða svolítið svona stéttabaráttu kvennastétta. Fylgist með og takk fyrir í kvöld.